Prósari kallar sig Jason Mraz og þetta lagið 93 Million Miles. Það sé ekki svona, vegalengdir sem ég myndi labba til að komast frá honum og hann söng. 93 milljón mílur. Nei, þetta ágætistrákur. Það var sér ekki alveg mitt kaffi. Klukkan orðin rúmlega 4 og þátturinn FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn. En Björn Bragi eða Bjössi situr ekki hérna mótið mér heldur þið með óvæntan gestandi ykkur í mánudagsþingunni fyrir ykkur sem voru að gera eitthvað helgina. Hann heitir Pétur Jón Sigfússon, verður velkominn. Takk kærlega fyrir það og góðan og blessaðan daginn. Hvernig ertu við? Þú hefur aldrei verið með mér á mánudegi áður. Aldrei verið með þér á mánudegi. Það er sannur heiður að fá að vera hérna með þér á mánudegi. Já, við verðum í stemmingu, mánudagstemmingu. Það þýðir ekkert annað maður. Það er hárrétt hjá þér. Þetta voru bæði kósí og skemmtilegt hjá okkur. Það er með gleði í hjarta sem við segjum góðan og blessaðan mánudaginn. Já, þú getur ekki verið með mér á miðvikudaginn því að þú ert að fara að veiða. Taking all later. Þannig að þá er bara að gera að mæta á mánudaginn. Hvert er Pétur Jón Sigfússon að veiða? Hvert er að fara að veiða á miðvikudaginn? Bara hérna, Reykjavíkurhöfn. Nei, ég er að fara í einhverja á. Einhverja á, já. Já, ég held að hún heiti Hólsá. Ok, og ertu dottin alveg inn í þetta, svona veiði dellu? Nei, ég er ekki búinn að fara neitt í sumar, sko. Nú, ok. Og það er ekki setna á þetta, sumar er að verða búið. Þú ert ekki dónið Bubbi Mortens? Það er langt frá því, Langt frá því. Enda viljum við það ekki. Það er bara eitt Bubbi. Það er bara eitt Bubbi og það er líka, ég held að sé ákveðtis kostnaður sem að fer í þetta á Bubba Mortens. Það er andýrt. Þegar það kemur að veiði. En við Pétur verðum með þræliskemmtilega þáttandi ykkur hérna í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að vera með Tongvin okkar á sínum stað. Hann ætlar að fara að leita sér íbúð til að leigja. Og, Tong? Hver? Nei, ég er að jóla. Ég er að djókið maður. Svo ætlum við að alveg ruglar. Hringja í gistiheimili og bölvaðin sem að verður einhver vitleysan. Við erum með sturlaða staðreyndir og bara þennan vanalega fíblaskap sem við erum með. Er eitthvað sem að þú og Björn Bragi gerir alltaf á mánudum? Hvað er það? Hvað er það? Við erum alltaf með netmisnotkuna og lífið í barnalandi. Netmisnotkunin. Já. Og lífið í barnalandi. Já, það er aldrei að vita við tjekkum jafnvel á því, bara ég og þú. Ég hef aldrei verið á mánudi. Nei. En ég meina þar sem við erum á mánudi, er þá ekki Karol? Og það Björn Bragi að taka það á miðvikudaginn. Ég veit það ekki, við þurfum eiginlega bara að hugsa þetta. Við ráðum okkur alveg sjálfur. Það er skemmtilega við hennar þátt. Það er enginn að fara að segja okkur hvað við megum og hvað ekki. We're in control. We're in control. We're in control, Mr. Peter G. Já, if we feel like it að fara í karaoke eftir, þá bara förum við í karaoke. Þetta er rosa. Það er bara, við þurfum eiginlega bara að sjá til. Mikið lakaði til, það er ánægilegt að vera þetta með þér Ötur Blöð. Og líka þér, kæri hlustandi. Já, og gott að vera komin aftur. Ég náttúrulega var ekki hérna á föstudaginn og ef að Jón Gunnar Geirdal er að hlusta og þakka honum kærlega, stóðst eins og hetja. Búinn að hlusta á þáttinn með honum og bara það er skemmtilegur. Já. Ég hlustaði þess á hann. Já. Á raunveruleg. Nei, það var alls hættu þessu. Viðbjóður. Ég var aldrei heilt annan eins viðbjóð að minn. Það var góður. Þannig að þú ert að hlusta Jón Gunnar. Þvílíku viðbjóður. Ég er líka að djóka núna maður, þetta er kallinn maður, það er Monday maður. Monday, tararara. Heldur að sé einhver núna í vinnunni bara skítreittur og bara er voðalegan hress á mánudegi. Hver? Ég? Nei, já, kannski einhver í vinnunni bara hvað voðalega Pétur hress. Þetta er ekki ég hress. Nei. Ég er í þvílíku þunglindi. Ertu? Það er bara svona sem ég tekst á við það. En sko við þurfum reyndar, þó að séu einhverjir í þunglindi núna mánudegi, þá þurfum við bara að hressa það við. Ég er svakalegu þunglindi. Ekki ég er reyndar, ég er blankur en ég er ekki þunglindur. Skotansrugl. Að fara til Noregs er ekkit grín. Það er ég sem sagt, ég var í Noregi helgina. Varst í Noregi maður. Já, og það er, veistu það, þetta land er bara, ég fer ekki að náttúr. Ég hef reyndar sagt þetta áður, en núna ætla ég að standa við það. Já. Ég er nú aldrei nynni níski þegar kemur að því að vera með félagunum og taka kannski ránd og svona. Spandera smá seðil í einn ískaldan. Já, við vorum bara 6 vinir og menn bara svona skiptist á að taka ránd og eitthvað og sagði, býttu hvað, kom með mér að taka ránd? Já, svo var maður kannski alltaf inn í þriðji eitthvað, bara, herru, ég var bara inn. Vorum að horfa á United-leikin og hafa kósi á bara svona einhverjum sportpub. Herru, það var bara 13 3 bjórar. Bara svo að fara fínt út að borða á Íslandi. Og lígu því. Ég er ekki að ljúga. 13 skall 3 bjór. Já, nei, við vorum 6. Já, þeir voru 6, já. Maður bara svona, já, ok, æði. Þannig að maður láði svona bara, hver á að taka ránd? Það er alltaf ekki ég var á hann, það er nokkuð ljóst. Já. Það var maður bara svona pínu rætt. Ég er að fara heim bara, drengir. Já, þetta er komið gott, eða ekki? Þetta er rosalegt. Já, þetta er stóra hættulegt. Já. En það var hins vegar virkilega gaman engu að síður. Hvernig á veðrið þarna? Það var gott sko. Það var reyndar rigning aðeins á laugardeginum. Það var manni pínu kalt, þetta var svona einhver útihátíð þarna, en annars bara feskur. Hvar varstu í Noregi? Drammen. Drammen? Já, það var einhver í Drammen núna að hlusta á netinu, þá bara skilaði kveðju.
það var mikið fjör. Við viljum að fá hér fyrsta lag þáttarins og Noregur þetta það var virkilega gaman hjá mér. Þetta stórhæðulegt land. Þetta Spektrum. Já. Calvin Harris remixið. Já. Það ekki þessu. Nei, við tekum á þessu. Hendum við sá. Ok. Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon á þessum mánudegi. Það byggðum að kalla mig Mr. Peter Johan. Mr. Peter Johan. Viltu skýra þáttin eitthvað annað eins og gerður daginn? Já, láta hann heita eitthvað annað en FM 95 Blö. Já, bara í dag. Varstu með eitthvað nafn daginn? Varstu með eitthvað nýtt? Já, ég var með nafn daginn sem var bara, þú veist... Raskati á þér. Raskati á þér, já. Hétt þátturinn þá. Já, Þroskað og skemmtilegt. Nei, það svo fyndið að geta, já, þeir eru með stilt á Raskati á þér. Þú gerir hlustandi, þú ert með stilt á Raskati á þér. Þeir að hlusta hér á Raskati á þér. Já. Það var fyndið þá. Já. En ég svo sem, fyrst þú kemur svona aftan að mér með þetta, ég ekki alveg búinn að hugsa það, sko. Ég skil þú máttu hugsa. Þar til þú finnir eitthvað annað, þá heitir hann bara FM 95 Blö í dag. Já, flott. Ok, glæsilegt. En þú veist, það væri flott ef þú myndir ávarpa mig sem Mr. Peter J. Já, Peter J, ég skal gera það. Nei, bara með mikilvæg alvöru, sko. Þú veist, ekki svona, já, Peter J. Nú, hvað var ég? Já, við sittum með það Auðun Blöndal og Mr. Peter J. Við sittum með það Auðun Blöndal og Mr. Peter J. Og það komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Ég var endur að fá SMS frá Steinda. Já. Hann spurði hvort að hann mætti hoppa en aðeins til okkur eftir. Hann í húsinu. Nú, hvað þetta maður? Ef hann kikir í heimsók, gerum þá, tölum bara ensku eða eitthvað. Ég nenni ekki að fá hann bara hérna eitthvað venjulegt spjall og hann veit alveg að fíblast í þess að við byrjum að tala ensku. En við skulum bara ekki hætta þið. Bara alla innkomin, ef hann kemur hérna eftir, bara öll innkoma bara ensku. Nei. Jú. Ætlar að gera það? Já. Kíkjum til veðurs í FM 95. Þú klikkaður! Hvernig verður úti? Það ekkert veður núna, maður. Ég seti að vitlaust að trailer. Slúðrið í FM 95 Blö. Var Johnny Depp að kaupa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú hitt eitthvað? Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 Blö. Það húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blö. Varstu ekki að segja daginn að Frostafoldi var að hætta með slúðrið hjá okkur? Jú, svo ákveður að koma aftur. Þú ákveður með mikrofónin á hálsinum, maður. Ég mér langaði að prófa það bara. Ég er búinn að tróða hana svona upp að raddböndunum á mér. Hvað Heyrist það eitthvað svona skrítið svona? Já, komið það. Já, það heyrist bara valla í þér. Við erum stilt á 95 Blö hér og ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og við ætlum að vinda okkur í slúðrið og Auðun, ert þú með slúðrið? Já, ég ætla að byrja að slúðurpakkana á Katy Perry. En þessi söngkona var að neita Idol, American Idol nú á dögunum. Nei, neita hvernig? Að vera að beða um að vera dómari, dómara. Já. Með við hliðina á Mariah Carey. Nefna það að Katy Perry, hún hafnaði $20 milljónum fyrir 1 tímabil af American Idol. Já. Henni var fyrst boðið $18 milljónir sem það sama og Mariah Carey fekk fyrir að setjast í hennar stól. Já, hún vildi fá meira. Nei, hún sagði nei og þá kom mér aftur tilbaka og hækkuði upp í $20 milljón. Hvað er það? 120 milljónir. Þannig að þetta eru einhverjir rúmið 2 milljarðar eða eitthvað. Já. Sem hún er að hafna þarna, hún Katy Perry. Já. Hún hefur bara ekki áhuga að vera dómari hjá Idolunum. Þetta er rosalega. Er hægt að ángríns það sem að ég myndi gera fyrir þessa uppæð, Pétur, er bara, það eru hlutir sem ég má bara ekki ræði í þessum þætti. Já, alveg það. Ég tækja mér ýmislegan viðbjóð fyrir $20 milljónir. En ég meina, á hún ekki vera nógan pening, þú veist? Er hún ekki bara góð? Hvenar, ég veit alveg hvenar er nóg, en að geta hafna fyrir að vera bara 1 tímabil þarna, hjálpa einhverjum krökkum að syngja og dæma og fá $20 milljónir fyrir það. Það er nánast ekkert sem ég myndi ekki gera fyrir $20 milljónir. Það er bara... Til að gera hvað sem er í rauninni? Nei, ég segi nú kannski ekki hvað sem er, en ýmislegt væri það. Fjandinn hafi það. Verður til í að vera, þú veist, á Ingólfstorgi, Allsber og ég að setja svona rassakúlur í rassinn á þér? Ég myndi gera það. Þú myndi gera það fyrir þessa upphæð? Ég myndi gera það í sólarhring fyrir þessa upphæð. Hvað er að mér? Ég þoli ekki að ég skuli segja svona. Klukkan er korter yfir 4 á mánudegi og ég er að tala eitthvað svona rugl. Við vorum að fara í slúð. Klukkan er korter yfir 4 á mánudegi og þú ert að tala um að vera nú Ingólfstorgi að setja rassakúlur. Ég skil ekki okkur með dettur í sig rugg, þetta kjaftaði hug. Á hverju varst að spyrja með þessu? Þetta er óþolandi. Við erum í slúðrið. Já, við erum í slúðrið. Við vorum að tala um Katy Perry og $20 milljónir. Lítið fíp getur öðrið.
Ok. Svo er það næsta, en þar sem að Katy Perry hefur neitað American Idol, þá virðist það stefnir í það að þetta verði Nicki Minaj sem við tölum hérna daginn og Keith Urban country villisingur sem giftur henni Nicole Kidman. En þau, hinnir sem eru búin að vera? Já, þau eru hætt. Jennifer Lopez og Steven Tyler eru hætt. Randy Jackson, hann bara fastur í stólnum. Já, hann þarna. En það ekkert létt fyrir hann að komast upp úr hún. Nei. Og það sem að þau fá, þetta svolítið fyndið, á meðan að Katy Perry að neita $20 milljónir, að þá fær Nicki Minaj 8 milljónir og Keith Urban 3. Þannig að þau saman fá 11 milljónir en Katy Perry hafnaði 20 milljónir. Já, ég meina þetta bara svona gangast undir kaupin fyrir svörinni maður. Já, gallið minn, það nú bara þannig sem þetta rúlar. Já, en ég með meira af Katy Perry, en ekki einungis var hún að hafna American Idol, heldur var John Mayer, söngvari, að hafna henni. Hann segir hér að þau séu hætt saman og honum hafa aldrei verið alvara með ástarsambandinu við Katy Perry. Og nú ævintýrið úti og hér stendur fyrirsögnin lék sér að Katy Perry. Þessi John Mayer hefur átt vingott við fjölda glæsikvenna í Hollywood og hann nú búin að vera með fullt af stelpum en aldrei alvara á baku það. Þetta bara svona einhver glaumgosi sem þessar stelpur eru hætta að tala við, held ég. Hann fór illa með Jennifer Aniston, vinkona okkar og fleiri. Er hún vinkona okkar? Já, pappakassi. Hún er alltaf vinkona okkar Sveppa. Við höldum ekki upp á hana. Ok. Þá er hún vinkona mín ef hún er vinkona ykkar. Já, enda góði vinir allir þrýr. Svo er það Harry Bretaprins. Hann skeita hans að á sig á þenn daginn. Einhverja myndir á honum á netinu þar sem hann er allsber í Vegas. En núna er Lady Gaga að koma honum til varnar. Flott hjá hann. Já, er að segja að það sé ekkert að því að vera á, hún var að setja þetta inn á Twitterinn á sér. Segir að sé ekkert að því að vera allsber á hótelherbyggi og í einhverju smá fíblaskap. Þegar þú ert í Vegas, þá bara gerur þú svona hluti. When in Vegas, nákvæmlega. En hún meira þess að dáist að spengilegum vexti prinsins. Hún segir hann bara vera mannlegan. Hann flott vaxinn. Já, og svo en það sem hún segir hér, en þeir sem tóku þessar myndir og dreifðu þeim, það eru nú meiri vinirnir, skrifa Lady Gaga og telur að sá sem gerir myndirnar opinberar beri alla ábyrgð. Já. Ég er alveg sammála því. Hann er að bjóða einhverju líði þarna upp á hótelherbyggi og það eru bara allir having a good time. Það var bara einhver viðbjóður út í hotni að smella myndum á iPhone-in sinn og fara með þetta á netið. Já, staðan fyrir bara að vera skemmta sér og hafa gaman að það. Nákvæmlega, þetta djamma þarna með prins út í Vegas. Einbeitt að því bara. Þetta er óþolandi. Þetta er óþolandi. Og svo er en breska blaðið Daily Mail skrifar í dag að það er mikil ólga í herbúðum prinsins því þeir óttast að þessu fleiri myndir á hann fáklæddum í vafasömu félagsskap og það eru víst myndir sem hann hefur verið teknar af Harry þegar hann dvaldi nýverið á einkaeyju milljarðamæringsins Richard Bransons í Karabíska hafinu. Þetta virðist svolítið vera hans þing. Og það séu til myndir af honum í einhverju rugli þar líka. Já, allsberum og í tómu tjóni. Þannig að það er möguleiki þá, ég meina, augljóslega væntanlega er einhver einstaklingur eða aðili sem er að fá þá borgað fyrir. Já, og sem að er greinlega einhver góðu vinur hans. Harry Bretaprins, hann ætti vingott við okkur, strákana. Já. Virðist ekkert hatta að henda sér úr fötunum eins og við. Nei, það er rétt hjá þér. Já, þannig að þú aldrei myndum við twitta myndum með þessu. Nei, ég meina þú sagði ráðan að þú verið til í að gera hvað sem er fyrir $20 milljónir. Reyndar myndi henda myndun minn fyrir það. Er það? Ef ég væri upp á hótelherbyggi að spila pool, allsber og eitthvað að vasast, þú myndir taka myndir af þessu, myndir þú selja þér fyrir þessa upphæð? Af viniðinum, skilur, og bara svo byrtast myndir af mér bara með stjörnum fyrir rassinum og eitthvað svona rugl. Þegar ég neita að svara þessari spurningunum í návist lögfræðings. Þú myndi gera þetta, ég sé það á þig. Þú myndi gera þetta, Auðun. Ég neita að svara þessari í návist lögfræðings. Nema í návist lögfræðings? Já, það er komið hér að eina af mínum uppáhalds föstudagslögum, Svessi með Too Late. Það er ekki föstudagur. Nei. Þetta er alltaf rólegt blöð. Það er mánudagur. Já, við þurfum. Það er Never Too Late for Love, eins og bæði Þórunn Antonía og Sverrir Bergmann hér syngja. Too Late for Love. Og þetta þau? Tvö saman? Nei. Hún á það líka? Nei, hún komast ekki að hlusta á þetta. Þetta er lag sem hún syngur upprunalega. Já. Og núna var hann að gera. Hann var að setja það í Nýja Mónika. Já, mér fannst þess að við sett, lag hér eitthvað Sverrir Bergmann og Þórunn Antonía saman. Já, en það er mánudagur og við Peter J með ykkur hérna feskir í allan dag. Það styttist í Tong, vinn okkar. Já. Hann ætlar að, við ætlum að heyra hans í Tong hér og eftir og svo er líka símtöl þar sem við reynum að panta okkur hótelherbyggja en böllum þess á milli, svona eins og þessu eitthvað veikir. En mér langar geðveikt til að tala hér frétt sem er inn á vísi.is. Ok, hvað er það? Þessa konu þarna, varstu búin að heyra þetta? Konan sem að leitaði að sjálfri sér.
Já, var þetta ekki eitthvað sem var týnd eitthvað fólk? Jú, leitað erlendri konu sem hafði verið saknað síðan hádegi í gær. Þetta reyndar í gær sem þetta. Þessi frétt var birt. Þessari leit var hætt klukkan 3 í nótt. Nú er bara að lesa hérna á vísi.is. Þegar í ljós kom að hún var alls ekki týnd. Hún hafði þvert á móti hjálpað samviskubsamlega við að leita að sjálfri sér. Ég á ekki til eitt auka tekið orð. Hvernig er þetta hægt? En á hverju byrjaði að leita henni in the first place? Konan sem er tvítug. Já. Ég skil þetta hefur verið elliær kona. Já, bara... Nei, þetta er bara tvítug skvísa. Já. Bara verðlendu verið ekki brotin, bara ferðamaður hérna á Íslandi. Og var allir að leita henni og hún líka? Já. Hún hafði verið bara í svona áætlunarferð, einhverju rútuferður, skoða Gullfoss og Geysi og eitthvað, svo stoppaði einhvers staðar og svona. Herðu, síðan bara, þegar hún skilaði sér ekki eftir í rútuna á tilsettum tíma, þá var bara hafinn leitað henni. Björgunarsveitir voru kallaðir út og óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar við leitinu og í nótt kom svo í ljós að konan var ekki týnd. Heldur var hún eftir allt saman í hópi ferðamanna. Hún hafði bara farið á snirtinguna og meðan hópurinn stoppaði einhvers staðar, skipt þar föt og lagað sér til. Það virðist hafa orðið til þess að enginn þekkti hana aftur. Því var hafinn leit, það var talið inn í rútuna, heyrðu það vantar hana hérna, tvítugu. Allir alveg, nú, það vantar eina. Og eitthvað, við að leita henni maður. Og hún verið með bara, hvar er hún, þú veist, hvernig leit hún út, þetta er það, það veit ég ekki, og eitthvað, þú veist. Ég skal bara hjálpa til, ég meina, viti á hvað aldrei hún var, ég veit ekki, og eitthvað bara svo, var bara áður en að menn vissu af, 50 manns komnir bara að leita henni. Þetta er, sko, þannig að þú mátt ekki fara bara og skipta föt. Þetta er alveg með ól. Já, en hvernig, gæti hún ekki fatta það þegar það var að vera að lýsa hvernig hún leit út? Var hún ekki einhverju grænu jakka eða eitthvað? Gæti hún ekki sagt, já, þetta var ég var bara að skipta föt. Þetta er sko, síðan kemur önnur fréttina, setna, þegar þetta er allt komið í ljós. Og þá segja þeir hérna, já, mannleg mistök urðu til þess að umfangsmikil leit að erlendir konu stóði yfir í meira en hálfan sólarhring í gær. Leitinu var hætt, þegar ljós kom að kona var ekki týnd, heldur að hafi verið oftalið inn í rútuna sem hún hafi ferðast með. Hvað eru menn að fá sér þarna á sunnudegi? Hvað er að gerast þarna? Já, maður spyr sig. Maður spyr sig. En þetta er skemmtilegt í rauninni. Já, svona eftir á. Hún var eftir allt saman bara ekki týnd, enginn slasaður. Nei. Og eins og þeir segja hérna hjá hjálparsveitunum sko, já, þegar upp er staðið sko, þá er þetta náttúrulega bara í rauninni mannleg mistök sem áttu þessu stað. Og svo segja þér hérna skilur að það fóru samt alveg nokkur rakitupakkar í þetta. Já, en þú veist þetta er líka bara góð æfing fyrir kerfið, segir hann. Já, ok. Var bara góð æfing fyrir kerfið í rauninni. Reyndar, það má svona segja að ljósi.inn. Já, maður borgar bara fyrir eina góða æfingu, eina góða leitaræfingu. Er ekki alltaf verið að leita einhverjum útlendingum upp á fjöllum eða jökli? Ég vilja sjá samt rútubýrstjóna. Býtu hvað? Hey, þú ert konan. Þetta fattast. Við erum að leita að þér. Hvenær fórst í þessi föt? Hver er það sem fattar þetta sé hún? Já. Bara, við erum að leita að þér. Ég? Af hverju? Í hvað fötum er þú? Ég var alveg til að reyna að ringja eitthvað og komast að því hver það var sem að fattaði að hún var ekki týnd, heldur væri hún náttúrulega með að leita. Þetta er nú meiri réttlesan. Ég vinn ekki með þetta verið alveg ógeðslega að fyndið maður. Já, þetta er steikt en já, við skulum bara fá hér skemmtilegt lag, eitt af mínum uppáhalds. Þetta er Coldplay, Fix You. Ég ætla að syngja með. Já, syngdum með. Ætlum við karaoke eftir það? Fly away, and when you try your best, but you don't see. Ég var að spája að fara bara núna í sturla staðrendir. Hvernig líst þér á það? Peter J. Gæti ekki verið hamingjusamari. Það er einn af þínum uppáhaldsliðum. Það er æðislegt. Hey, hvað er að frétta? Hvað segir þið? Hey, what's up? What's up? Hey, sit over here if you wanna join us. Sit over there, son. Sit over there. We got Stanley Jr. Stanley Jr. is in the house. Hey, Stanley, what's up? Tíðvöld þið klikkað, hvernig er þið? We're all good. How you doing? Yeah, we're you know, just doing a radio show. We were going to go into insane facts. How are you doing? Hörru, ég er bara mjög góður og það er gaman að sjá ykkur. Yeah, it's always nice to see you as well. Yeah, it's great to see you, Stanley Jr. Já, og hvernig eru sturluðu staðrindinir að fara með ykkur þessa dag? Well, I don't know. We haven't done started it yet. You just came and surprised us a little. Yeah, okay. Came by surprise. Yeah, so That's what you did. What are you doing now these days, Junior? Herðu, nú er allt að verða vittlust og við vorum að frumsýna nýjan þátt.
Yeah, I saw it. Yeah, I saw that. Þið skiljið íslensku en talið ensku. Yeah, we're speaking in English now. Yeah, we love some English. Ég nenni þessu gutti. Nei, ekki heldur Hvað er ykkur? Af hverju letuð þið svona? Það er eitthvað uti, hann vildi endilega tala bara Já, ensku. þú sagði, þú sendir hérna áðan eitthvað, herðu, þá ég á ekki kíkja á okkur í húsinu. Það er svona að reyna að krydda upp á eitthvað bara. Já, ég skilji. Það þarf ekkert að krydda. Nú erum við bara flottir. Já, nú erum við bara flottir maður. Heyrðu, ég verð áður en að... þið sjáu þetta ekki. Nei. Ég er á bland.is, það er til sölu tæki til að leita hlerunarbúnaði. Ok. Pældi í því maður. Mér er alltaf svo langað í legamæli. Já. Er ekki hægt að fá hann einhvers þar? Það er þetta þegar þú segir það. Það er fjárfesting sem ég var í þvílíkt til í. Spáðu bara Skella bara einhverjum í stólinn. Já, bara með félagana heima. Já. En svo spáðu hvað gæti líka farið illa. Já. Hefurðu einhvern tíman, Þetta væri bara versta sem við getum fjárfest í. En þetta væri það svo Býta gaman. aðeins, ég ætla að festa þetta á því aðeins. Já, nákvæmlega. Ok, jæja, hvað segirðu gott? bara í miðju innflutningspartíi. Festa eitthvað drasl á gerfurturnar á manni og hvað er í gangi hérna? Ég lofa ekki því að maður myndi enda einn ef það var til legamæli. Hvað, ætlum við ekki bara að fá okkur í glasfélagarnir? Jú, ekki taka þetta tækjaði, mann. En já, fyrir það þú segir maður myndi enda einn því að ég glemdi því líka, þú ert með kærustu og þú ert að koma heim að djamminu, það er ástu mín. Svo er hann alltaf haldandi framhjá og maður fara að heyra þetta allt maður er búin að víra hann upp. Já. Alltaf tengt. Það eru meiri líkur og hún er alltaf að tengja þig. Þú ert að koma heim að skrallinu bara steindi. Já, ástu mín, blindullur. Hérna, nennir að hoppa í stólinn. Nei, er það möst? Ég er svo þreytur. Hún er að vera 6, ástu mín. Nei, hoppaði í stólinn. Já, ég skal bara vera hreinskilinn. Ég tók seinasta bjórinn í leigubílum. Ég er blindfullur ennþá. Og seinasta bjórinn í leið. Hvernig drakst þér síðasta bjórinn? Það var bara 4, við vorum alveg hætni. Bara tækið í ruglinu. Það var alltaf æðislegt atriði í Simpsons, það var að útskýra reglurnar fyrir Homer. Skildir þetta? Já. Mælinn sprakk. Hún skildi ekki reglurnar að legamæli. En er í alvörinu verið að selja inn á badaland.is eða bland.is tæki til að leita að hlerunarbúnaði í veggjum og svona. Hver sem er hangandi inn á badalandi þarf svoleiðis tæki, getur þú sagt með það? Nei, ég er að velta að vera með, þú veist, hver ætli hafið í rauninni, þú veist, að vera með svona tæki, þá ertu vantarlega mjög svona hræddur að það sé alltaf einhver búinn að sprengja íbúðina hérna. Og það er einhver gæi bara búinn að fara á netið og panta þetta frá Bandaríkjunum. Svo er hann búinn að skáta íbúðina og hefur engin not fyrir þetta lengur. Oft á mörgursinnum og það er aldrei verið að hlera hann. Hann er búinn að hugsa með sig bara núna í 3 ára. Ég seli bara. Ég seli þetta drast. Er ekki klassískt að setja svona í blómaplöntunar alltaf? Alltaf fyrir blómapottunum? Já. Það er ekki samræður við konuna sína. Það er verið að hlera íbúðina. Lítur átt á því, ástu mín, og eitthvað. Svo er hann að vera maður alla. Hvað er að gera? Það er ekkert hérna sko, eitthvað svona, og svo bara, við seljum þetta bara, við getum fengið 15 skatt fyrir þetta. Já, konan er að byrja að segja hann bara, herðu, ástu mín, Pétur, farðu nú að selja þessa græju, það er ekkert verið að hlera. Þetta minnir mér nú dálítið á skets hérna sem þið félagarnir gerðu í svínasúpunni þegar hann var alltaf að biðja konum að starta bílum og var að kíkja með speglum og leita að sprengja. Það var æðislega skets. Hann var alveg til að láta... Svona lífrætur. Hann var alveg til að láta konun og börnin inn í bílinn. Lét hann að starta bílum en hann þorði ekki sjálfur eða skildi vera að sprengja. Það var ógeðslega gott. Það var ekki góð típ, en herðu svona án alls gríns þá skoðið til hamingju með áttina á 5. Já, takk fyrir það. Og svona aðal ástæðan fyrir því að ég krassa svona á okkur er því að mér langaði svo að sjá Pétur live taka kynverinn. Já, Tong. Já, Tong er á eftir, sko. Er hún á eftir? Já, hann kemur á eftir, sko. Það er bara eftir það er eftir... En live er þetta bara, þú veist, hvernig var hann aftur? Hvernig er kynverinn? Já, you speak English? Hann byrja alltaf því. Yes. I want to rent a room for 4 people, 14 people. Þú veist, þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara... Svona þetta það, You don't want my business? Hann vinnur rosalega mikið með að speak English. Hann vinnur rosalega með að hann vil tala við supervisor. Og don't you want my business? Og svo á nóga pening líka. Á alltaf nóga seðil, sko. I don't want some money. You don't want my money. Don't want my business. Let me speak to supervisor now. Hann verður alltaf svona stigmagnast í honum reiðinn. Og hann á líka stóra fjölskyldu, það er æðislega. Svakalega stóra fjölskyldu. 14, þau eru 14 saman. Hann kemur á eftir, hann er í rauninni á eftir að, hvað var hann að gera? Já, við ætlum að láta hann, annarkvort finna sér nudd eða leigja herbergi hér í bæ. Já, er að leigja íbúð. Fara að leigja sér íbúð. Heyrðu. Hvað næsti þáttur á 15 kemur? Já, 15 kemur. Sama veisla, var sett svolítið púður í fyrsta? Nei, bara, hérna ef ég var að hinskilin, þá er það bara önnur veisla. Ok, glæsilegt. Og þetta heldur svolítið áfram. Já.
Herðu, nú er meira auðlinn. Við erum konir með lagið Dansað að mér einhvers staðar. En það er bara ekki tilbúið að því við þurfum að fara í auglýsingar. En svo spilaði lagið. Já, spilaði það bara Ætlum við ekki að tala við hann meira? Já, fáum aðeins auglýsingar. Hann er ekkert að fara. Jú, ég þarf að fara. Takk eina spurning á mig hérna, bara svona rétt árinni fyrr. Takk eina spurningu. Nei, mér langaði svo að vita, þú veist, verandi Mosfellingur. Það var einhver gríðarleg hátíð þar. Já, í túninu heima. Hvernig fór þetta fram? Ég meina, varst ekki að það? Jú, ég var kynnir á miðbæjar tónleikunum. Það gerist ekkert í Mosfellsbæ án þess að Steindi kynni það. Já, það er ekki vel hefnað og vel mætt. Jú, rosalega vel mætt og sérstaklega mikið af fólki sem kom frá Reykjavík til þess að þetta er alltaf bara svona í rauninni gefins tónleikar. Það er Gildran og Páll Óskar. Það er líka bara ógeðslega gaman fyrir fólki í borginni að kíkja út á land svona á og til helgar. Ég segi það. Já, kíkja út á land. Gæran var nú að laugardaginn seinustu helgi. Já, ekki góð síðustu helgi. Já, og Sauðárkróki. Já, þú vilt að ég vilja mæta. Ég hefði 100% farið á Gæruna ef ég ekki farið til Noregs. Svessi var að spila og ég bara, það er synd að missa þessu. Já, ok, ég er að lesa þig. Krókurinn er æðislur, þú mátt eiga það, Blöð. Já. Krókurinn hér, hvað er það? Komin í gamla formið. Komin í gamla. Við skuldum hérna auglýsingar, svo er það tóng. Ég skulda ekki neitt. Ég kem hér í góðri trú, er að vera með þér í dag og talar ekkert við mig, ég skuldi hér eitthvað. Skellt á mann einhverju lánadráttum. FM 957 í sumar með Sýnalkó og Góu. FM 957 verður á Þaraldsvæti í allt sumar og heimsækir nokkra vel valda staði. Næstu helgi verðum við á Ljósanótt í Reykjanesbæ. FM í beinni, leikir, skemmtun, grillveisla og fullt af Sýnalkó og Góu nammi. Vertu með í Sumarfjöri FM og taktu þátt í gleðinni. Góu og Sýnalkó í allt sumar. Oreo-krössis. Ískaldur feitingur á KFC. KFC. Svo gott! Fartölvurnar frá Samsung fást í BT. Samsung tryggir gæðin, BT tryggir verðið. BT Skeifunni og Glerártorgi. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Kynntu þér stuðlana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Freestyle, hip-hop, break, street. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Skeljungur. FM 95 blöð. Á FM 95. Peter J. með ykkur þennan mánudaginn. Pétur Jón Sigfússon á leiðinni í veiðiferðar með ykkur daginn, þannig að hann ákvað að taka mánudagsvaktina þetta með strákurinn. Það er svolítið gaman að vera hérna mánundi. Og að gera það glimrandi vel. Það er gaman að fá þig. Sko mánudagur er öðruvísi en miðvikudagur. Já. Það er bara... Það er alltaf öðruvísi stemming í manni. Það verður ekki dömflúið. Nei, það er rétt þér. Það er bara annar dagur. Já, hvað? Þú ert ekkert útskýrað það fyrir mér. Ég veit allt það. Það er ekki sami dagur sem miðvikudagur. Ruggleina maður. Það er sagaður hér að skulda auglýsingar og svo bara tala niður til manns í þokkabót. Það kemur hér í góðri trú. Er ég að tala niður til þín? Góðri trú, ég kem! Herðu, hvað erum við að fara að gera? Við erum að fara í sturlaðar staðreyndir áður að fáum Tongi. What do now? We go to Insane Facts. Ég líst vel á það. Ertu tilbúin í þetta? Já, ég er alveg gjörsamlega tilbúin. Já, við ætlum í dagann áður en Steindi Junior að poppa hérna sinn til okkar. Þannig að við förum í þetta núna. Fyrsta sturlaða staðreind dagsins. Flugur æla á mati sinn áður en það er borðan. Sturluð staðreind. Því líka viðbjóðum maður. Æla þær á matinn sinn? Áður en að geta hann. Sturluð staðreind. Matinn sinn? Hvaða mat eru þær með? Heldur þær borði ekki eins og hann er dýrað? Jú, en ég minna þær eru yfirleitt að borða matinn minn. Eða þú veist það. Já, þá byrjar að æla hann. Þannig að ef fluga er búin að vera í matniðinum og búin að vera eitthvað kropp í hann, þá er hann búin að gubba hann líka. Spáði maður. Þú veist þess asnar eru þetta með? Spáði maður væri í þessum pakka samt. Bara væri svona. Maturinn maður. Ætla að geta þetta. Spáði þú væri svona hálf fluga. Hálfvita. Fáði út að borða bara með góðu fólki og þurfti alltaf að byrja á þessum. Já. Svo er það næsta. Hvem? Það fara 12 nýfætt börn í rangar hendur að meðatal á dag í heiminum. Og þá var að tala þegar fólk er á spítalega og fara heim með nýja litla barnið sitt. Þá farið að rangt barn. 12 sinnum að dag í heiminum stendur hér. Þetta eru svakalega staðreyndir. Já, líka þetta fekk mér til að hugsa. Það er sumt sem er mjög skemmtilegt við sturlaðar staðreyndir. Það fá mann aðeins til að hugsa. Já. Spáðu hvað eru margir sem eru ekki heima á réttum foreldrum sinn. Já. Ég held það. Til dæmis eins og foreldrar þínu eru bæði æðisleg. Já. Fær mann til að spyrja sinn. Já, það er mjög
Nei, þú veist reyndar alveg eins og mamma þinn. Já. Svo er það næsta. Nýfætt börn blikka einu sinni til 2 á mínútu, á meðan fullorðið fólk blikkar 20 sinnum á mínútu. Sturlu staðreynd. Vá. Ok, þannig að blikkið eykst með aldrinum. Já, rétt við þig, Pétur. Gott mál næsta. Það þarf 4.000 heliumblöðrur til að lyfta 50 kíló af manni. 50 kíló af manni? Já, þannig til að lyfta svona 100 kíló af manni, eða svona áast 80-90, þá þyrftir svona 7.000. Þetta var gaman að prófa einhvern tíma. Já, Sveppi var nú einhvern tíma með tilraun þegar vorum í Strákunum að, mást ekki þegar við settum hamstur á loft. Það þurfti slatta, sko. Og hvað? Og hvert fór hann? Já, bara upp í loft, þú veist. Við sendum hann ekkert út í guðukvölu. Þið sendum hann ekkert? Nei. Það hefur verið gaman. Nei, það hefur verið ljótt. Vera með svona GoPro-kamera á honum og... Við erum náttúrulega dýravinnir. Já. Við erum alltaf verið og við erum líka... Pétur Jóhann var að detta hérna í stúdíónu. Við höfum alltaf verið dýravinnir, en við þorðum voða lítið að gera með dýra eftir að mannstu þeirra Sveppi sem gerði tilraun að setja hund á hlaupabretti. Já. Skíturinn sem hann fekk eftir það. Það var ekki vinsælt. Nei, við þorðum með lengu eftir það. Nei. Svo er það næsta. Sofofóbía er hræðsla við að læra eitthvað. Sofofóbía? Sofofóbía, já. Hvað er sofó? Þá ertu hræddur við að læra eitthvað hluti, eða þú ert haldið því. Já, bara, þú veist, ég ætla að kenna þér hérna á þetta. Nei. Já, þú verður bara hræddur, bara með fóbíu. Svo er það næsta, konur... Láti mig í bríðu. Ok, næsta. Sorry. Konur kíkja í spegil 38 sinnum á dag að meðaltali. Sturlu staðarinn. Já, svolítið mikið. 38 sinnum á dag? Já. Hvað heldur þú sért í? Sjálfur. Hversu oft horfðu í speil á dag? Já. Það er bara, ég reyndar hef svo mikið dálæti á sjálfum mér, sko. Já. Þannig að ég ætla ekki að neita fyrir það. Ég er að horfa í speil svona 16-20 sinnum. Já. Á góðum degir að fara yfir 20, sko. Ok. Já, það er ekki bara eðlilegt tala. Jó, maður stendst það ekki, maður. Þetta er bara kjaftaði, maður er út með svona andlið. Ef ég lít út eins og þú. Já. Þá var ég svona 20 sinnum á dag staðfest. Þetta snýst líka um það, sko, þetta er svona, ég held alltaf að byrja, er þetta satt? Er ég svona fallegur? Já. Svo kík ég, já, þetta er satt. Já. Þá líður manni betur. Þetta var eins og með myndi. Já. Guðum er alveg hvað þetta er falleg maður. En þegar þú ert að spegla þig, já. Og nú speglar þig nokkur sinnum á dag. Já. Ert að breyta svip og svona? Já. Svipið maður, brosa, sælir og eitthvað spjalla við sjálf á mig. Ok. Og Krista fílapensla. Ok, þá er það næsta. Bakalega fílapensl í morgun maður. Það var bara eins og randafluga. Ok, getnaðarvarnarpillan virkar á górilu líka. Sturlu staðreynd. Já, það, ég meina, górilur við erum komin af þeim, eða það er af okkur, eða hvernig þetta er. Mér finnst þetta samt pínu merkilegt, sko. Já, bara hver var að tekka á þessu? Drengir, við erum að kanna þetta með hvort að getnaðarvarnarpilla og hvernig komust þeir að því? Já, það er góð spurning. Það er meira svona hvernig komust þeir að því. Hvaða vísindamaður kom bara, herri strákar, það er getnaðarvarnarpillan virkar á górilu líka. Hvernig andskotunum veist þú það? Það skiptir engum máli. Það skiptir engum máli, mann. Hún bara virkar. Já, svo hefur verið, já. Eða, þú veist, einhver gæi sem einhver svona vísindamaður sem er kannski nýbyrjaðar. Já. Herru, já, skóli minn, þú veist hvað bíður þín, hún er búin að taka pillurnar sínar hérna góðréttan og nú er bara aðtöfa hvort enda virkan á hana. Og það segði hann fellur svolítið í skauti á þér, kallið minn. Nú, hvað auðvitað, þú ert nýbyrjaður og svona, þetta virkar svolítið. Við erum allir búinir að þessu, skóli minn. Við erum allir búinir að þetta er bara... Særi, svo er það næsta. Ég veit ekki hvort ég eigi að lesa þessa á hún svo ógæslegt. Jú, þetta er nú ekki það ógæslegt. Þetta eru kóngulær. Kvenkins orb-kóngulóin étur karlkins kóngulóna á meðan þau stunda kynlíf. Á meðan, já. Já, en tippið klára samt verkið þrátt fyrir að það verður eftir í systeminu. Nei, Jú. Á meðan... Og það heldur áfram? Já, þetta er svona ekta ástæðan fyrir, þetta er bara ástæðan fyrir að hata kóngulær. Þannig að sprellin er alveg, ég ætla að klára þetta helmík. Já, þó. Það er búið að éta gæjan sem ég var á, en mér er sama. Já, hann klárar. Og þetta er, sko, ef þú verður kónguló, það er alveg sama hversu fallega kónguló þú hittir. Já. Þú ert ekki að fara í þetta. Þú varst bara að sjá þetta sjálfur. Það er bara einhvern svona, nú, á hverju, hvað, viltu mig ekki? Nei, á hverju? Af því þú étur mig? Það er áhugið 0 á því. Þeir vilja það, sko, kóngulóa kalla það. Já, kannski. Þeir fíla þetta, maður. Hvað veist þú um það? Ég meina annars væri ekki að þessu menninni. Það er þetta menninni. Ég meina, er þetta ekki kallanir? Já, svo er það síðasta. Þú veist að þú eru étinn. Ó, já, ég er sko til í það, maður. Við gæti ekki verið meira sama. Sérðu hvernig hún lítur út. Svo er það síðasta. Eina skinnfærið sem hvílir sig aldrei er, Pétur...
tippið. Nei, heyrnin skinnfæri. Jæja, þetta voru sturglaðar staðreyndir. Ég var ennþá í hinu. Þú varst ennþá að hugsa mitt. Eina skinnfæri sem hvílir sig aldrei heyrnin. Já, þú ert sofandi þá ert samt að hlusta. Það er ekki ég meina, það er magnað. Já, það er magnað, en það voru þetta sturglaðar staðreyndir. Þú ætlum að fá núna nýjasta lagi hans, Steinda Junior, Dansaða af mér og svo er það Tong í Tong, vinnur okkar. Því líkur heiður að þekkja hennar mann. Hann var hérna bara aðeins, Steindi. Spáði, þessi popstjarnan sat hérna beint á móti mér rétt á hann. Þetta er eitthvað rugl. Svo er það bara komin að fá hann. Ég á þetta ekki skil. Ég dansa það af mér. Ég dansa það af mér. Dansa það af mér. Ég dansa það af mér. Dansa það af mér. Dansa það af mér. Ég dansa það af mér. Dansa. Ég dansa það af mér. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og það er komið að mínum uppáhaldskarakter. Þetta er drengur sem ég fæ ekki leið á, hann heitir Tong. Tong Monitor? Já, okkur heitir hann Tong Monitor. Það er bara stendur á einhverjum hátalara hérna fyrir framann okkur monitor. Alveg rétt, og það er seinna nafnið hans. Já, í rauninni, sko. Já. Það var nú bara hann sem að mér dattaði í hug einhvern tímann. En við vorum að spája að, reyna að græja nudd fyrir hann. Já, hann vill komast í nudd, hann er drepast í herðunum. Já. Hann Tong. Búið að vera að pressa hann, búin að vera að vinna mikið. Já, svakalega mikil vinnutörn á honum og nú ætla hann að fara og gera vel við sig og skella sig í nudd. Já, þetta er líka, sko, hérna er eitt sem er með nudd og detox úthreinsun og fleira. Yes. Já, tjekka á þessum. Já, hann er til í detox úthreinsun, maður. Getur rétt ímyndaður. Það er verst að Tong veit ekki hvernig á að segja detox. Jú, hann segir bara detox. Massage and the detox. Will I get long time? Þú komin í samband við Talhól. Eigandi þessi 6-1. En þarf hann ekkert að leigja sér íbúð? Jú, prófum það, maður. Látum hann leigja sér íbúð, maður. Leigulistin, góðan dag. Speak English? Yes. Okay, so advertisement for apartment. Are you looking for an apartment? Yes, I need an apartment. Yes. Yeah, 4 people. The service we provide is for registered users. Yes? You have to buy access to the website. Yes, I need an apartment. Yes. For my mother and my children. You need to pay 3,600 for the website. 3,600 for apartment? No, the website. We have a list. Yeah, I don't have a computer. So I just need an apartment. And then maybe I buy a computer later. Yes. You understand? But I can pay money for apartment. Yes, I'm sure. So how much is it? How big apartment do you need? For 4 people. But it's okay, 2 rooms. Do you live here in Reykjavik? No. Where do you live? I need some place to live. Yes, but where are you now? I'm here in Iceland. Yes? Are you in Reykjavik? Oh, you understand? No, yes, I'm staying in Reykjavik, yes. Yes? Yes. Do you have an apartment? I can explain to you better. I can pay you. Yes, I know that. You just tell me if you have an apartment. If you don't have an apartment, it's okay. I call another number. If you don't want my business, can I speak to supervisor? Sorry? Can I speak to supervisor? You don't have an apartment? Yes, I have apartment. Why you tell me you have apartment? We have a list. But now you don't have apartment. No. What kind of business you running? We sell a list for people that are looking for apartment. Yes, I look for apartment. You don't understand what I say to you. Do you understand what I am saying to you? Yes. You're telling me you want a list? I don't have a list. If you want me to Why don't you tell me the truth? I'm sorry. What are you trying to tell me? I rent a list? I want to rent apartment. No, you need to buy the list so I can help you. If you want my business, if you want me to rent your apartment. What did you say? I saw advertisement. Yes. In the paper
Yes. That you have apartment, but now you tell me you don't have apartment, only list. I never said that I did not have apartment. Let me speak to supervisor. Is he off a phone? No, she is still on the phone. So I wait for him. Hello? Yes. Am I waiting? Yes, you are waiting. Okay, I don't have the time for waiting. Okay. Can I try to explain it to you one more time? You told me you don't have apartment. No, just please listen very carefully. Okay, I listen. This business, Leigulistin, is a service company. Okay, so you help me find apartment. I pay you 3,600. Yes. How do I pay you? I come to you. Yes, you can. With money. Yes. And then you do what? Then I can look at the list of apartments that I have. I don't understand what you talk about. This is so crazy. I call you, I ask you to have apartment, you say yes, but I have to come and pay you some 3,000 something per month to get a list. This is not a free service. What kind of service? What service are you giving? I want to rent apartment. Yes? Yes, if you have apartment, you want to rent me apartment? Please calm down. If you have apartment, you want to rent me? And don't you want to rent apartment? Don't you want to rent it out? I don't own them. Who owns apartment? The owners. Can you give me phone number for him then? No, they... Why not? Because they sign their apartments here. What kind of business are you running? This is a silly thing. All right. I hope you find apartment. I thank you for nothing. Yes. Goodbye. Thank you. From Peru to Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls worldwide throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And you don't really wanna let the chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. Feel your space, don't forget your face, I swear I will. Same part, same bullet, anywhere I cheer. Just bring with me. Það ekkert með tærnar það sem hælana Justin Timberlake, JT. Þetta okkar maður, Pétur. Þetta okkar maður. Er það ekki? Jú, hann alltaf töff þessi. Já, mér Justin alveg með þetta. Það bara þannig. Já, sama hvað hinnir gæjarnir reyna. Já. Þeir munu aldrei ná því einhvern veginn. Nei. Ekki því sem hann. Sammála. Hann eitraður töffari við... Justin Bieber eða... Já, hvað sem þetta líka kalla sig. Mr. Worldwide, Mr. 305. Hvað hann heitir þarna? Pitbull. Pitbull. Já. Hann næri svo aldrei. Nei. Ekki sjens. Ég sammálaði, Pétur. Justin Timberlake er ekkert... Justin Timberlake er ekkert eitthvað... Mr. 305. Mr. Worldwide. Þú veist, hvað ætlar hann að gera mörg lög sem að eitthvað svona... Þetta er í öllum lögunum hans. Mr. 305. Mr. Worldwide. Þetta er bara kjaftaði. Já, þú ert ekki sáttu við Pitbull. Jú. En ég minna, þú veist, þetta er í bara öllum lögun. Já, þetta er þessi gæi bara alltaf, getum við ekki hendin í þetta, Mr. 305? Svo er einhverju upptökustjóra, nei, það er ekki pláss fyrir það, maður. Jó, láti ekki svona, leið mér að prófa, maður, ég ætla að prófa bara. No. Mr. 305, Mr. Worldwide. Er ekki hægt að splæsa þess inn í? Þú er búin að vera með þetta í síðustu 9 lögum, viltu ekki vera með eitthvað annan? Nei, ég vil hafa Mr. 305. Ég ræði þessu, ég er Pitbull. Já, þetta er mitt lag. Já. En það er hins vegar komið að dagskrárliði sem hefur verið í smá pásu í okkur Pétri og já, hann heitir... Hvað er klukkan? Í FM 95 blöð. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tíman er. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 blöð. Já, komið þið sæl og velkomin í Hvað er klukkan hér í FM 95 blöð eins og maðurinn sagði. Ég heiti Pétur Jónas Sigfússon og er stjórnandi þessara dagskrárliðar. Klukka þessi er stilt eftir 5 tíma þjónum, einum á Íslandi, einum á Kanada, einum í Fraklandi og 2 í Bandaríkjunum. En af eðlilegum ástæðum er alltaf örlítil töf á rauntíma og þeim tíma sem að sést hér, eða sem að heyrist réttara sagt, sem að þið heyrið, þannig að hafið það í huga. Rétt klukka er sem sagt 17:05. 06 núna. 17:06, 02, 03, 04,
Þannig að þetta hárrétt klukka hér í Hvað klukkan? Ég þakka kærlega fyrir mig í bili. Verið sæl og góða stundir. Hvað klukkan? Í FM 95 Blö. Og litríkar Sony Vaio-tölvur hjá okkur. Verð frá 119.990 krónum. Nýherji Borgartúni og Kaupangi. Arion-appið nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. FM 95 Blö. Á FM 95. What are we to do? Nákvæmlega hvað þátturinn heitir. Hann heitir FM 95 Blö og á FM 957. Við Pétur með ykkur til 6 í dag. Já. Og kominn tíma á smá fíblaskap. Já, það verður að vera stutt í fíblaskap. Já, það bara það sem við gerum. Já, ég finna að það líka mánudagur og það mikilvægt að viðhalda fíblagangi. Já, það svona, fólk það örugglega smá galsi í mönnum eftir helgina og svona. Já. Og fínt að vera með smá fíblaskap og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að ringa á gistiheimilið, þess að við höfum nú gert áður. En, við vorum að tala að maður þarf að vera með, við erum ekkert að gera grín að veikinni sjálfri. Nei. Alls ekki, og leiðilegt fyrir fólk sem eru haldin þessari veiki, en við ætlum samt svona að láta eins og við séum með Tourette. Já. Og byrja að tala eðlilega svona bara, já, daginn, heyrðu, ég ætlaði og svo bara, eitthvað, kanna verð hjá þig, þegju! Já, það svona yfir í að verða pirraðir. Já. Ok, og ég byrjaði þú, og ég hittaði þið upp. Mér alveg, ég heitur. Ég ætla að koma þér í gýrin. Til í hvað sem Ok, ég ætla að byrja hérna á Skaftafelli, Hofnafelli. Þingar og hvað sem Já. Gistiheimili Sólur. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég ætla að reyna að panta hjá þér herbergi. Já. Hvernig ertu, við erum að koma sunna, hvernig hjá þér næsta vika? Sannsagt ekki þessi vika, heldur næsta. Slár alltaf kjátti! Frá öðrum til 8. september. Já, það sem sagt fyrsta vikan hérna í september. Já, það bara allt, það bara... Ég ætla það sem úti frýs! Nokkuð laust hjá okkur. Já, ok, ég held við erum hérna í... Hoppaðu mig! Hérna í 3 daga. Já, hvenær heldur ertu frá mánudeginu þá eða frá sunnudegi? Frá sunnudegi og... Ég ætla skýt inn á 3. dag held ég. Já. En það sé svona... Já, ég Slæra þetta kjaldi! Ertu svona 2 manna herbyggi eða? Já, ég að spá í svona... Já, nei, við erum 3. Getur við verið 3 í einu... Ég ætla að þetta frýs! Já. Getur við verið 3 í einu herbyggi? Já, ok, það til. Það aðeinslegt. Já. Og hvað kostar nóttinni okkur? Ertu að hugsa í svefnpóka? Ég ætla skýt! Uppbúinu. Hvað segirðu? Slæra alltaf kjaldi! Svefnpóka eða í uppbúinu? Bara við erum með svefnpóka. Svefnpóka, það 12.000 herbyggið. 12.000 herbyggið? Já. Þannig að það væri þá... Nóttin sem sagt. Já, það væri 4.000 mann. Já. Herðu, ok, hérna, ég með númer, má ég hringja þig bara rétt á eftir? Já, gerðu það endilega. Takk aðeinslega. Takk svo leiðis. Ok, bye. Leiðis. Hún var svo almennilega, ég gæti ekki, hún var svo almennilega maður. Hvernig, óskulega, það eins og þú hefði gert þetta áður. Þetta svaralega. Hún var svo góð maður. Ég fæ alltaf pínu í maga þegar fólk svo góð. Já, ég líka. En það kom með að þér. Já, þetta var ansi góður. Þetta var ansi góður sprettur hann maður. Já, ég náði það. Þú er líka svo... Varst eitthvað svo... Kunni líka, þú hafði svo góðan svona orðaforða. Hún gifti sér ekkert upp þetta. Nei, halló. Já, ég ætla að kanna þetta verð á herbergi, svona hótelherbyggi. Já, það bara, þetta sumarhótel og ekki opið fyrir næsta sumar. Veitu, sumari búið? Já, sumari búið, hjá okkur. Já, ok, ekki þetta semja við, bara næstu helgi? Ekki fyrir næsta sumar bara. Nei, ég er að meina bara næstu helgi, sko. Mér vantar svo... Það bara skóli núna, það ekki tægt að semja. Mér vantar, hvað segirðu? Já, mér vantar bara svo mikið gistingu næstu helgi, sko. Heiðu, helvít, heiðu. Mér vantar svo gistingu að það fyrir næstu helgi. Bara, halló? Þú var þetta ekki gilt sem eitt, þú vart að taka eitt enn. Já, sorry maður. En hann var alveg, þú hefði getað náð hann í pirring bara með að heimta herbyggja næstu helgi. Ég veit það. Hann var að reyna að tróði sér hausinn að þetta væri orðið skóli. Já, en leiði ég sagði svo, heiðu, helvítið, það var bara... Æ, maður, þetta er komið. Nei, þú var ekki svona stöðt, ég var heilengi með þvílitt almennilega konu. Já, ok.
Garður, halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, mér vantaði að athuga þarna verð á hótelherbyggi hjá þér. Hvað segirðu? Athuga verð á hótelherbyggi. Gisting, sko. Já, 2 manna herbergi. Já, mér vantar, sko... Uppbúinn rúm morgunmatur. Já. Það kostar 12.000. Fyrir 2. Já, mér vantar, sko, 3 herbergi. Já, ok. Hvenær? 3 fyrir 2. Já, í byrjun... Nei. Fyrstu helgin í september. Anskotan! Ligg? Já. Ég með svona... Já, fyrstu helgina í september. Já, ég með sumarbústað. Sumarbústað flott. Það flott. Hvað mörg herbyggi, Jón? 3. Eru 3 herbyggi í sumarbústaðnum, anskotan? Já, ég var til í að taka hann, já. Já. Er heitur Potter, Jón? Nei. Heitur Potter í bústaðnum? Nei. Það ekki. Anskotan, þetta hús kostar... Já, ég tek hann. Þetta kostar 18.000 nótt. Fyrir bústaðinn? Já. Já, ég tek hann. Ok. Hvað heitir þú? Kjarti. Áttu símanúmer fyrir mig. Símanúmer fyrir hvað? Símanúmer fyrir hvað? Eitthvað gemsanúmer eða svona frá þér. Býta aðeins. Já. Já, við vantar herbergi. Hótelherbyggi. Já. Já, við erum 4, nei, við erum 6. Já, þetta mitt, ég sagði Bjarka, ég með svona sumarbústað. Nei! Og mér vantar bara símanúmer svo ég get skrifa þetta niður. Já, ég ætla að fá hérna hjá þig bústaðinn. Já. Sumarbústaðinn. Já. Við erum 6. Já, það passa. Já. Það eru 3 herbergi, 3 2 manna. Nei, sumarbústaðinn. Jú. Já. Þetta svolítið stort hús. Það svona bara fínt. Heyrðu, halló? Já. Já, ég tek bústaðinn. Já. Má ég fá símanúmer frá þér? Símanúmer, já, ég búinn að láta þig fá. Ég var að láta þig fá símanúmer. Nei, viltu segja mér það? Anskotan! Já, ég ætlaði að fá bústaðinn. Já, ok. Já. Ég er búinn að skrifa það niður. Já. Ok. Takk fyrir. Já, bless. Æ, greið, Við erum óþægilegt. Ég veit að... Ég geti þetta. Ekki aftur. Þetta gerum við ekki aftur. Hún var líka ekki alveg íslenski. Nei, en góð íslensku samt. Æ, þetta má ekki. Þetta voru 2 góða konur og við biðjum stafsökunar. Við skulum ringja bara einn off-air og biðja þær afsökunar. Leikhúsið kynnir brakandi nýtt og töfrandi leikár. Áskriftarkort tryggir þér 4 sýningar af eigin vali á frábærum kjörum. Vertu með í allan vetur. Borgarleikhúsið. Dansstudio World Class. Byrjum 10. september. Dans fyrir allan aldur. Frítt líkamsrættakort fyrir 15 ára og eldri. Skráning er í fullum gangi. worldclass.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 95. Það er rétt, ég veit dans þér að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Og Pétur með ykkur til 6 í dag á þessum mánudegi. Sorry. Ekki vottur á mánudegi okkur samt. Nei, það er svo langt frá því. Það er bara sjaldan verið að feskur. Fyrir utan smá kvef, ég er enda búin að vera að kvefa núna í 2 mánuði. Já, það er ekkert að fara. Já, ég held þetta sé eitthvað ánæmisrugl. Þetta ekki fáið lýsi? Nei, reyndar ekki. Þú voru að drekka lýsi með hann? Tekur þú lýsi alla mánuða? Nú, svona mismunandi, ég reyni það. En það er lýsi heima þér? Já. Mér finnst það bara svo vont. Ég frekar að fara að kaupa með ykkur bara gutt vítamin eða eitthvað. Ég skynsa bara. Minna, þú veist, þú varst að drekka ógeðstrykki bara kvöld eftir kvöld. Þú drukkið lýsi? Já, reyndar, en það var náttúrulega það efni sem eyðilega alltaf drykkin, það var lýsi. Það var lýsið, já. Það er búið fínt svona bara eitt og sér. Já, ég segi nú ekki fínt, en maður getur alveg hendið niður. Miðað við þann viðbjóð sem að þú ert að drekka, Auðun Blöndal. Já. Þá getur alveg drukkið lýsi. Já, ég skal bara kaupa með lýsi. Það er betra en brísir. Já, ég er ekkert að kaupa með brísir. Erstu ekki alltaf að sulla í einhverju brísir? Nei, það er minna. Mun minna, en ég ætla að spyrja það hér, Pétur, því að nú ertu, fullorðið maður. Fullorðið maður, já. Þú ert alltaf komin á það, ég er 40 ára. Nei, ég er bara fullorðið maður eins og ég. Já. Þetta var ekkert skot á þig. Nei, ég veit það maður, ég er bara svo viðkomin fyrir þessu. Já, þú ert fullorðið maður. Ok. Það ekki? Jú. Og ert í sambandi. Já. Og ert fullorðið maður í sambandi, ekki? Fullorðið maður í sambandi. Það var að gera hérna,
svona könnun hjá fólki, fullorðnu fólki í sambandi. Og þar kom í ljós að það mun algengara að konur svona njósni maka sinn heldur en karlmenn. 37% kvenna viðurkenndu það að þær myndu skoða síman hjá honum, Facebookið hans og tölvupóstinn hans og annað þegar hann var ekki að fylgjast með, svona að njósna pínu. En 29% karla, þannig að það var 37% á móti 29%. Já. Og þetta er sláandi. Hvernig heldur þetta sé hjá ykkur, Sigrúnu? Ertu að njósna bara? Nei. Ferði í síman hennar og... Nei. Og Facebookið hennar? Ég pæli ekki í þessu maður. Nei. Pæli ekki í þessu. Þeir gæti ekki verið meira sama? Jú, mér er ekkert alveg sama. Þetta er bara, ég held bara, það er bara traust í gangi. Já. Ef ég myndi finna löngun eða þá svona þörf að fara að vasast í þessu, þá er eitthvað. Já. Nei, fólk gerir þetta samt alveg. En fólk gerir það alveg, sko. Hvort sem að það er ekkert að því að grunar endilega að maki sinn sé að halda fram hjá sér eða annað. En ég er reyndar, sko, sammálaður þarna, því að það fyrir alveg einstaklega í taugarnar mér og það er ekkert hvort sem að það maki minn eða vinu minn. Það er bara að það bögga mig að vera eitthvað að skoða síma minn. Er það? Og Facebook. Já, ég veit ekki af hverju. Það er bara, mér finnst það eitthvað óþægilt við það. Myndir ekki leiða mér að kíkja í símaðin eitthvað svona? Jú, þú mættir alveg, en mér myndi finnast það bara, ég myndi segja bara okkur. Já. Og hún myndi vera, þú veist. Hvað, má ekki ringja eitt síndal? Já, það máttu. Já, svo fæ ég að ringja og svo bara, hvað, það fá SMS frá sem maður vil, eitthvað, nei, hvað er með þetta maður? Já, þá myndi ég taka alveg. Hvernig tókstu þessa mynd hér? Þá myndur þú segja svona, hvað, komdu með síma maður og eitthvað svoleiðis. En það er endar léttara fyrir Sigrún að njósna þig, því að þú ert ekkert inn á Facebook, en bara símiðinn. Það er runni bara síminn, sko. Já, viðbjörnum sem þar er inni. Já, maður, hún er líka bara, hún eiginlega vill ekki fara í síminn. Hún er hætt að skoða þetta rugl. Mikið ógið í hún. Já, hvað það bara svona eins og varst að tala um hérna niður á... Þú veist, ég tek alltaf mynd af mér þegar ég fer á klósettið. Já, hressandi. Þá tek ég mynd af því sem ég var að gera á klósettinu. Næs. Já, ég tek mynd af allskins draslið maður. Já. Raskatinn á mér og... Úr dölur að mynda? Já, tek alveg geðveikt mikið af myndum. Þannig að þetta er, já, þú hefur enga þörf. Nei. Ég vildi spyrja þú þetta, það er engin þörf hjá þér. Ekki nokkur einustu, kallið minn. Nei. Ég bara, þú veist, ég þarf kannski eitthvað að endurskoða það. Hvernig heldur þetta sem er hlustendur okkar? Viltu opna fyrir síman á þetta eða? Við varum að spyrja því að við erum ekki með konu hérna í stúdíónu. Ef það var einhver kona sem getur ringt í 511-0957, hvernig líst það það? 511-0957, en það eru bara konur sem að mega að ringja, ekki strákar, þegar ég var alveg til að ræða þetta við einhvern kvenkyns hlustanda. Hvort að hún hafi þörf fyrir að skoða Facebookið eða síman hjá kærastan sinni. Og að prófa að opna. Veskið. Já, eða veskið. Ég vona bara að við fáum ekki einhvern húmorist hérna. Við tölum bara við konu. Það er fyrir 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Nei, góðan daginn. Ég var að hlusta á umræðin ykkur það Facebook og síma og svoleiðis. Já. Aldrei í lífinu myndi mér þetta í huga að gera það. Það bendir bara til þess að maður treystir honum ekki neitt. Já, Sam og Pétur var að tala um, þannig að... Það er bara nákvæmlega það. En ef þú ert bara svona einstaklega forvitin? Nei, þá myndi ég spyrja hana, þá myndi ég segja ekki neitt, það er bara eitthvað sem að kemur mér ekki við, það myndi gruna fram í allt, þá myndi ég kannski framkoma það. Já, ok. En það ekki. Áttu maka? Nei. Nei, það er ekkert þessu tengt? Nei, alls ekki. Nei. Nákvæmlega, þannig að, já, sko, sambúrið, það voru mjög fleiri konur sem að sögðu já heldur en kallmenn. Það er greinlega, þetta bandarísk könnun, ég held að Íslendingar séu minni í þessu. Svona grínlaust. Já, hvað heldur við nennum þessum þar? Jú, samt. Íslensk kvenfólk er líka svona, sko. Nei, það? Já, ég held það. Nú ertu bara undantekningin sem sanna regluna? Já, ég meni, nei, samt ekki. Það eru sumar stelpur sem gera þetta ekki, en sumar gera þetta náttúrulega. Já, einhverja vinkonur einar. Já. Svo getur líka verið bara, þú veist, að fólk sé aðeins og ekki af því að það grunar eitthvað. Þetta er bara eitthvað svona van, óvart bara. Er það ekki líka? Jú, reyndar, en samt. Alltaf, þú veist, ef fólk gerir þetta, þá bendur það alltaf bara til þess. Þetta er bara traust. Ég er sammála þessu. Herru, takk hjá fyrir að ringja. Gaman að heyra í honum. Ok, bye. Þetta var kvenlegt. Já, þetta var kvenlegt og við skulum ekkert velta okkur meira upp úr þessu. Ég er að spá að setja hérna á lag fyrir ykkur sem er í miklu uppáldið af mér. Það er með Gavin Rossdale sem var mitt í mínum uppáldsljónsveitum og hún er Bush. Og lagið heitir Love Remains the Same og þetta er lag sem á vel heima bara í lagið á leiðinni heim, svo ég með þá. Það nota tækifærið og óska stjörnustúlkum til að hafa mikið með byggarmeistaratitilinn í fótbolta.
Það er þessi leikið unnur endar mitt lið Val, en svona er þetta á stundum og já, ég óskaði mér hjartanlega til hamingju að sína leikinn hérna á Stöð 2 Sport aftur fyrir áhugasama. Já. Sem hafa áhuga á því. Leikurinn var í gær. Fyrradag. Já, og var unnu 1-0. 1-0, já. Já. Já, mikið með það. Svona er þetta. Mánu og Frosti ánægð. Það gengur nú ekkert, þú ert United maður, eða ekki? Er ég United maður? Þú heldur með Man U. Ég sínaði bara hvað. Svo kallinn maður, hvernig kallinn? Þú ert rosalega skrítið loðina maður. Hvað meinur þið? Þeir hérna, það er brjóstunum maður, svo kemur ekkert og svo rosalega mikið í kringu naflan. Já. Svolítið skrítið. Hvað meinur þið? Það fylgir ekkert niður. Nei? Þú ert gorkið með bringuhár í rauninni þetta er eiginlega svolítið... Hvað heldur þú ég sé eitthvað veikur eða eitthvað? Hvað meinur skrítið? Hvernig skrítið þá? Eins og ég sé. Eins og að þú ert með bringuhár, þá stoppa það er engin rönd eða neitt, ef þetta er svona... Ég meina, er þetta skrítið eftir að fara til lækniskrítið? En svo kemur allt inn í rosa flöt, sér það sem að naflinn er. Já. Þar kemur allt inn bara svona heilt grín. Já. Eins og sé bara að spila golf. Hefur þú séð raskatið á mér? Já, ég hef reyndar að séð það oft og oft og ég hef engan á það að séð það í stúdíónu. Já. Þetta er, nei, þú voru ekki að fæta til læknis, bara svolítið skrítið. Já, þetta er bara þannig skrítið. Þetta er bara svona. En þú ert búin að búa í Garðabænum allt þitt líf, þannig að þú lítur að halda með Stjörnunni. Alinn upp í Garðabæn, sko. Já. Búin að búa reyndar í Hafnarfirði síðan þá. Síðustu ár. Já, ég meina, þú veist, frá því 92 eða 3 er ég búin að búa í Hafnarfirði. Men hvað er svona þitt lið á Íslandi? Í fótbolta og handbolta og... Já, þetta er sko... Þetta er snúin spurning. Nei, ok. Að því að sko ég náttúrulega, ég er búinn að búa það lengi í Hafnarfirði og svo, þú veist, dóttir mín að spila með Haukunum í Hafnarfirði, sko. Já. Þannig að, þú veist, ég meina, ég verð að vera Haukamaður í dag. Já, ok, þannig að þú heldur með Haukum en ekki Stjörnunni. Já, ég meina. En veist, þó að ef þú ert búinn að halda með einhverju liði, Pétur, sem úlningur og krakki, þá hættir ekkert að halda með því. Nei, ég hætti. Þú getur alveg haldið með Stjörnunni og haldið pínu með Haukum. Ég ber taugar til Stjörnunum, sko. Já, þannig að þú varst ánægð með hann byggatitinn. Já, algjörlega. Þess að ég var að sjá áður að fá mér þetta næsta lag. Þetta er mjög fyndið á, hvað segirðu? En hvernig er með United? Hvað er með þá? Þeir unnum helgina og Robin van Persie skoraði stórkostlegt mark í fyrsta leik sinum á Old Trafford. Já, þannig að þeir unnu. Þeir unnum helgina. En þeir eru ekkert efstir, er það? Í deildinni? Nei, Pétur, það eru búin 2 leikir. Já. Ég veit, þú ert svona að reyna eitthvað að pyrra með, en þú hefur áhyggjur, ekki? Töpum fyrsta. Nei, það er leðilt að Rooney var að meðast í eitthvað 2 mánuði að halda þér. Hann er orðinn svaka heitur, hann Torres þarna á Chelsea og þeir. Svaka heitur maður. Þeir líta vel út. Já, Chelsea. Þeir eru efstir, ekki? Jú, hvað varst að lesa þetta allt bara hérna á netinu og ert að þykjast vera eitthvað voða að klára það? Maður að kíkja eins á þetta, já. Þetta er svakalegt. Þeir eru búin að spila fleiri leiki en þeir eru með 9 stig og það er bara... Þeir eru búin að spila fleiri leiki, maður verður nóska Chelsea aðdáðandum að nóti til hamingju með það. Þeir líta vel út. Já, þeir líta helvítið vel út, maður. Keyptu Hazard sem að viðist bara vera, já, jafn góður og mennheldur. Já, hann kemur frá Belgíu, ekki? En það kostaði hann pening, jú. Hann kostaði pening. Þú byrjar að horfa svolítið á fótbolta. Nei. En þú sagði mér samt daginn, það var kona en hún Sigrún sem heimtaði og hún byrjar að horfa á meistaradeildina með sér. Já, og meina þú vilt bara vera að horfa á Grey's Anatomy eitthvað. Hún fekk eitthvað blæti fyrir fótbolta, bara punktur, öllum fótbolta, og ólétt. Já, og það hefur ekkert hægt. Í raunin ekki, nei. Það er alveg gaman að horfa á fótbolta. Já, það er líka bara stórkostlegt. Sem er bara þið besta mál, sko. Ég get ekkert kvartað við því í rauninni, sko. Nei. Það er margt verra. Finnst þér ekki gaman? Jú, mér finnst þú gaman að kíkja á þetta, sko. Ég er samt ekkert svona heitur. Ég er ekkert alveg... En er ekki af tvennu slæmi, er ekki miklu skemmtilega að vera með konu núna og veist sem að við höfum bara virkilega gaman að horfa á fótbolta. Heldur en fyrirrandi þarna frá því þú varst í Galanda sem vildu horfa bara eitthvað svona ógeðis svippa klám. Hvað er að því? Hvað er að því? Akkur er þetta að segja þetta? Þú er bara eitthvað... Búa þér eitthvað að dýra svitlisu? Við langaði bara að sjá svipin að þér. Já, og þú ert búinn að sjá. Já, ég er búinn að sjá. Veistu hvaða svipur þetta er? Hvað er þetta? Þetta er hneykslis. Já, ég veit, enda ég var bara að grínast. Þú spurði mig orðrétt á það hvort ég myndi sitja niður á torgi og láta setja einhverja kúlur á einhverja Já, ég sá eftir því. Já, enda sé ég eftir þessu líka. Ég veit að þú er átt nokkra kærustur í gegnum tíðina og enginn af þeim... Heyrðu, þú tala bara eins og ég sé bara einhver glömgósi. Pétur, ég tala bara eins og sett fertur. Þú ert búinn að eiga nokkra konur. Já, en ég meina ekki segja neinum það. Þú ert barn með 2. Og svo, þú er alveg átt nokkra kærustu. Hvað heldur það sé ekki eðlilegt fertur? Ég er 32 og ég er búinn að eiga, hvað, 3 eða 4? Þú tala bara eins og maður sé bara einhver svaka glömgósi. Nú, þú varst að tala á það. Bara eins og maður sé Harry Beretta-prins bara, með allt niður sem bara í Las Vegas. Í Las Vegas? Í Las Vegas.
Hæ? Nei, en ég var bara að stríða þér og ég tekið þetta tilbaka með fyrirhandi. Það var ekkert svoleiðis. En bara gaman að konaðin skulle hafa gaman að horfa á fótbolta. En ég meina, þú veist... En auðvitað ertu fóli. Kallinu fóli? Já. Varstu ekki að tala um það og horfður á sjálfa 20 sinum á dag í spegil? Jú. Degli. Það er rétt hjá þér. Já. Þannig að... Skulum hætta þessu áður en við segjum eitthvað sem við sjáum eftir. Þetta er rosalegt. Ég þarf að koma aftan að þér einhvern tímann. Þú ert alltaf að því, maður. Bara alltaf elendis. Já, ok. Viltu ekki gera á Íslandi? Já, við ætlum að fara í rólega tóna í FM 95 lög. Ertu bara að gleyma hvernig þú varst við mig í brúðkaupinu? Þú var nú inni nokkuð skot. Já, ég var inni heilmikið. Lagðin í eineltver. Já, ég veit. En þetta eru rólegi tónar eins og Pétur sagði. Þetta er hann Jason Mraz og I Won't Give Up. Sem einmitt það sem að Pétur verður aldrei gert í lífinu. Ég mun aldrei gefast upp. When I look into your eyes, it's like watching the night sky, or a beautiful sunrise. Oh, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give love. Það er ógeðslegt. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Það er mánudagur. Það er mánudagur. Pétur Jóhann Sigfússon var með ógeðslegan hrekkinn í stúdíónu. Ég droppaði svakalegri fílubombu hér. Þetta var Silent But Deadly. Já, Silent But Deadly og lappar með það í viftuna sem ég er með þetta eru framan. Það var mestu viðbjörn í þessu. Það er svona vifta inni maður. Ég spáði hvað þið finnst þetta að finna. Þú varst eitthvað svona að spjalla og ég kom svona lappandi til þín. Þetta var ógeðslegt. Þú varst að brumma. Já, svo bara kom þessi viðbjörn. Og svo þetta var svo tilkvæmsveist það sem varst að tala um. Já, eitthvað algjörn. Já, Rihanna og Jay-Z eiga þau mörg lög saman bara. Hvað er þetta að spá? Já, þetta var æðislegt. Þetta var svo mikil þess virði maður. Já, ég sé hvað þér fannst þetta að fyndi. Þetta var svona á skalanum 1-10, var þetta ekki bara doldið eins og að vera inn í rassinum á mér? Þetta var bara ógeðslegt. Að leita stæði. Já, við þurfum bara ekkert að vera að ræða þetta neitt meir. Þú varst bara að keyra og bíl og bara, það var bara að býta hvað er í fjandana, er ég inn í það? Nei, hættu þessu Pétur. Það styttist í lagi á leiðinni heim. En ég ætla að spyrja þér Pissi, af því að þú ert alltaf með mér á miðvikudögum. Hvernig er mánudagskvöld hjá Peter J? Hvað er það að fara að gera í kvöld? Hvernig er svona ekta mánudagur hjá þér? Það er bara soðinn fiskur og kartöflur. Okay. Og brætt smjör út á. Já. Og... Er þetta að lýsa mánudagskvöldinni á Gunnþór eða? Nei, bara hjá mér. Ok. Það er alltaf, mánudagar eru fiskidagar. Já, ok. Fær maður sér eitthvað, nætur saltað ísveg kannski. Já. Það er eins gott, ég þarf að koma við í fiskbúðinni maður. Þetta var búið að loka henni kl. 6. Já, ég klúraði þessu. Þá ég síðan bara, þú veist, svo er þetta bara sjónvarpið eða eitthvað svona. Mánudagur, sko. Til að bara. Já. Þetta er til. Kannski, þú veist, það er svo gott veður, fara kannski í göngutúr. Já, það er gott veður. Herru, veistu hvað, langt sinni við farið í veðrið í FM 95 Blöð. Það er blíðan úti, maður. Já, það var samt, það er farið að hausta eins, ef þú hugsaður út í það. Ég fann það í dag eins. Já. Það var ekkert svo hlýtt í dag, hvort að segja að það verið svo gott veður. Það var bara bong og blíða í dag hérna í bænum. Það var gott veður. Bong og blíða? Já, ef það er ekki rók og rigning þá er bara gott veður, eða ekki? Jó, reyndar, við sætum okkur við en þetta er búið að vera gott sumar. Ég finnst það. Já, þannig að, maður tekur bara því sem kemur upp að fá hér örstu skilabóð og svo er það lagið á leiðinni heim og það verður, virkilega gott að þessu sinni, eins og alltaf. Sumarfjör FM 957 í sumar með Sinan Kó og Góu. FM 957 verður á faraldsfæti í allt sumar og heimsækir nokkra velvalda staði. Næstu helgi verður við á Ljósanótt í Reykjanesbæ. FM í beinni, leikir, skemmtun, grillveisla og fullt af Sinan Kó og Góu nammi. Vertu með í Sumarfjöri FM og taktu þátt í gleðinni. Góu og Sinan Kó í allt sumar. Íslenski boltinn rúlar á lengjunni í sumar. Ukt á spennuna og leiktu með þeim bestu. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Samkvæmt nýlegum mælingum á Íslandi er engin munur á eyðslu bíls með N1 bensíni og bensíni frá orkunni. En bíll á Shell V-Power bensíni eyðir 2,4% minna. Það eitt gerir cirka 6 krónur sparnað á lítran. Skeljungur. Viltu eiga sjóðheitan danstíma með heimsþekktum dansstjórnum So You Think...
mínútur í 6 á þessum mánudegi. Foster the People með Pumped Up Kicks. Ég, Auðun Blöndal og Prumpu P. sem Pétur Jón Sigfússon sem að virðist ekki að þroskast upp úr því. Búinn að vera með okkur síðan 4 í dag. P.S. er að fara í veiði á miðvikudaginn, þannig að þá eru Björn Bragi í hans stað, svissu vöktum hérna strákarnir. Það er búið virkilega gaman að hafa þig hér í dag, Pétur. Þrátt fyrir þetta síðasta útspil þitt. Já, síðasta útspil var svolítið illa innréttað. Já, það var einhvern veginn svona sem myndir ekki búast við að kemur frá 40 manni. Þetta er að fallega við þig, þú heldur í barnið þér í sjálfur. Ég verð samt að gefa það eins óþroskaði að vera að ræða þetta inn í útvarpi. 2 menn á 1 á 40-aldri og 1 á 50-aldri. Já. Touchið þetta að fara þetta í viftuna. Ég verð að gefa það. Ég fekk þetta er aldrei gerst held ég áður. Ég fái bara allt svona hratt í mig. Ég fann þetta bara svona allt í hennu. Ég spurði þig, varstu að brömbið, varstu að sleppa hennum? Og svo bara kom það allt. Það var ógeðslegt. Þetta var líka þess. Þetta var eins og sagt í útlöndum. The shit hit the fan. Þetta var nákvæmlega það. Þetta var þannig. Skíturinn fór í viftuna. Þetta var bara að finnast þegar ég séð. Já, ég heyrði það. Að svipurinn á. Já, svipurinn á mér. En svona er þetta. Við erum búin að vera með ykkur síðan 4. Rikki G er að detta hér í hús og verður örugglega í einhverjum, forljótum ból og skrýtnum buxum. Hann er hanginn eins og hestur, eða ekki? Rikki? Ég hef heyrt það. Nei, það? Það sé bara olbói. Hvað hefur heyrt það? Já, þetta er bara eins og handleggur á manni, var einhver að tala um. Nú. Ég selði það ekki dyr hann í keypti það, ég hef aldrei séð mannin í sturtu en það var einhver sem var með honum. Já, það útskýrir ýmislegt, því að, já, hann á fallega konu og, það hlaut að vera eitthvað. Ég menna. Ekki er það fashion sensið. Það náttúrulega að hafa allt einhvern veginn. Já, allt nema fashion sense. Já, en ég meina, fashion sense er aukaðatrið, þú ert hanginn svo hestur. Það er nú bara þannig. Og með þessa rödd stórkostlegur útvarpsmaður. Þetta er bara, Ég hef actually heyrt fólk sem er að bara keyra út í kant og tvíklika þetta þegar það heyrir í rikkanum hérna. En það er búið að vera sannur heiður að vera hérna með okkur í dag. Rikki G þarf að keyra út í kant reglulega. Já. Bara svona til að slaka á, ég meina, það fer svo svakalegt blóð í kvinginu. Það er bara ef hann var að fá sér sjálfskiptan bíl, hann gæti ekkert verið á kúblingunni, maður fór svo mikið blóð í það. Það var hvað er hangið eins og þetta með þér og sjálfskiptan bíl hérna. Hann var alltaf út í kanti greið. En veistu hvað, hefur þetta gert þess að Rikki er hættur að koma þetta inn í stúdíó til okkar og hann bara býður frammi og þá okkar vakt byrjar af því að hann nennir ekki að hlusta á einheltið þér. Nei, en við ætlum enda þáttinn í dag á Laginu á leiðinni heim og þetta lag er eins og flest önnur lög í Lagi á leiðinni heim, eitt af mínum uppáhalds og já, ég skil ekki okkur, ég hef aldrei spilað þetta hér áður. Það er eitthvað svona fút í þessu? Nei, þetta er svona cozy mánudagur. Byrjar á æðislegu blistri. Þetta er Patience með Guns N' Roses. Takk kærlega fyrir hlustun í dag. Við Sveppi erum mættir þetta morgun klukkan 4. Alltaf svo að vera í jarðarföru þetta. Stillið inn á það. Nei, ég er að djúka. Hlustað á þetta. Nú ætlum ég að hoppa út í bíl. Ok. Takk aðeinslega, kæru hlustendur. Heyrumst á morgun. Takk fyrir. Appið er nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. Fanta gott form. Fanta gott form. Þú kemst einfallega í Fanta gott. They're Icelandic. The food is Icelandic. FM 95 Blö.